Að við stöndum frammi fyrir nýrri ógn í Evrópu sem við sem lítið ríki verðum að taka tillit til. Ég hef verið að kalla eftir því og byrjaði á því löngu fyrir allsherjar innrás Rússlands í Úkraínu að við hugum meira okkar almanna öryggi. Ég hef verið að kalla eftir því að við hugum að okkar fæðuöryggi, okkar orkuöryggi, birgðastöðunni í landinu. Við gættum að sæköflunum að við hugum að því að okkar sem ég kalla heimavarnarliði og almannaöryggi. Því ég kalla á heimavarnarlið er ég að tala mikið við þess að styrkja landhelgisgæsluna, að við styrkjum lögregluna, að við styrkjum sveitir sem að tryggja netöryggismál, að við styrkjum björgunarsveitinnar. Allir þessi aðilar hafa miklu hlutverki að gegna þegar kemur bæða náttúruhamförum, bærast gegn náttúruhamförum og líka bara allu almannaöryggi í landinu. Mér finnst þau vanta verulega upp á samtal stjórnvalda við almenning þessi öryggismál. Það var reynt þegar ég að kalla eftir þessari umræðu öryggismál, þá var reynt að taka mig út úr umræðunni með því að skrökva upp á mig að ég vildi stofna her. Ég hef aldrei lagt til að vera stofnaður íslenskur her, ég er alveg persónulega algjörlega mótið að stofna íslenskan her. Ég sá að það var eitthvað að vera að vitna í gamalt viðtal sem ég tók við þig. Ég mundi nú ekki eftir þessu sjálfur en ég sá þetta á Facebook, það sem múrti viðtali á Harmageddon og talaður að einhverja svona 100 manna sveit sem væri þá allavega þangað til að herafli bærist að utan, að þá væri einhver svona lágmarkssveit sem myndi vera til taks ef að ráðist á okkur. Já, ég man að ég man mjög vel eftir þessu viðtali sem þú gekkst mjög á mig að nefna einhverja tölu sem ég var alls ekki á því að nefna, en það sem var algjörlega skýrt, við þurfum að huga að hvaða lágmarksbúna við þurfum á hér að halda. Það er til dæmis núna rauninni föst viðvera hermanna á öryggissvæðinu í Keflavík. Stjórnmálamenn eru í engu opnu samtali við íslenska almenning þá stöðu. Við erum síðan líka með ríkislögreglustjóra og sérsveit hans sem skiptir náttúrulega sköpum ef að kæmi hér til hugsanlegra hryðjuverkar árásar sem við ætlum að vona verði ekki. En við þurfum að tala opinskátt þetta og stjórnvöld þurfa að svara því hvernig ætlaðu huga að því ef að einhverjum hvernig er ráðist á okkur, hvort sem það er varðandi allsherjar árás, varðandi á netið eða tölvurnar okkar, eða fjarskiptakerfið, ef að sækaplarnir eru slitnir, eða það væri ráðist á okkur með hryðjuverkaárásum. Og mér finnst bara vanta, og það er eitthvað svona feimni við að ræða þessi mál opinskátt. Og þó að maður kalli eftir þessu, þá maður ekki að kalli eftir því að stofna her. Því að ég er persónulega á þeirri skoðun. Við eigum að vera í nánu samstarfi okkar bandalagsríki, við höfum enga getu eða kunnáttu til þess að stofna her. Her í okkur 400.000 manna þjóð, hann er bara hjóm eitt með að við þá óg sem stendur frammi fyrir. Svona óskilgreind stærð tala af sveit sem gæti vígbúist, vopnast ef að það kemi árás á okkur. Ég aldrei tala fyrir því, heldur vil ég bara heyra hvað stjórnmálamenn hafa að segja, hvert er nákvæmlega hlutverk sérsveitar ríkislögreglustjóra þegar kemur að þessu. Hvað eru allir þeir fjöldi hermanna sem er að gera á öryggissvæðinu í Keflavík að vinna og sinna? Hverju ætla þeir að sinna ef við lendum í einhverju árás eða annað? Við einfaldlega vitum þetta ekki. Og ég sem er sjálfur að rannsaka þetta og bara rannsaka þetta í áratugi, þessu líka öllu haldið leyndu fyrir mér.